Og erfitt verkefni bíður forseta Íslands en Icesave-lögin verða send til hans til staðfestingar. Samkvæmt þeim ábyrgjast Íslendingar hátt í 750 milljarða króna vegna reikninga Landsbankans. Þeir sem nú á leikskóla eiga líka eftir að axla byrðar. Ingimar Karl Helgason. Íslendingar byrjaði að borga af Icesave-skuldbindingunum eftir 7 ár og halda þessu áfram til ársins 2024. Það þýðir að börnin hér á Njálsborg og öll íslensk börn 3 og eldri eiga eftir að taka þátt í að axla byrðarnar vegna þessara reikninga Landsbankans. Þetta felst í samþykkt Alþingis í morgun að ábyrgjast með fyrirvörum þó greiðslur á hátt í 750 milljarða króna höfuðstól sem fellur til vegna innistæðutrygginga. Íslendingar greiða vexti af höfuðstólnum hverju sinni. Bjartsýnir menn vona að 75% af eignum Landsbankans gangi upp í höfuðstólinn þegar uppi staðið. Fari svo þurfa Íslendingar samt sem áður að reiða af hendi yfir 350 milljarða króna núvirt. Börnin á Njálsborg stofnuðu ekki til þessara skulda, frekar en annar almenningur, en samt þyrfti samkvæmt þessu hver einasti Íslendingur að borga á aðra 1.000.000 króna úr eigin vasa. Hollendingar og Bretar verða fallast á alla fyrirvara, annars þarf öllum líkindum að semja frá grunni, fátt heyrðist efnislegt frá þeim í dag. En það eru fleiri sem verða fallast á Icesave. Í hvaða stöðu er forseti Íslands? Árið 2004 þegar forsetinn neitaði að skrifa undir fjölmiðlalögin þá gaf hann eiginlega 2 ástæður. Annars vegar mikilvægi málsins og hins vegar að gjá hefði skapast milli þings og þjóðar í þessu máli. Og ef við reynum að varpa þessum rökum yfir á þetta mál, þá verðist nú kannski líklegt að sömu aðstæðum sé til að dreifa í dag. Bretar og Hollendingar verða þó að fallast á fyrirvara Alþingis fyrir ríkisábyrgð á Icesave. Að öðrum kosti getur fjármálaráðherra ekki gefið ríkisábyrgðina út. Unnið að því að kynna lögin og fyrirvara Alþingis fyrir breskum og hollenskum stjórnvöldum. Erlendir fjölmiðlar hafa fylgst náið með lyktum Icesave-málsins, bæði gegnum fulltrúa sína hér á landi og með viðtölum við ráðamenn. Meðal annars hafa ráðherrar rætt við blaðamenn frá Financial Times, International Herald Tribune og Wall Street Journal. Íslensk stjórnvöld hafa upplýst Breta og Hollendinga jafn harðan gang mála. Nú þegar búið að samþykkja frumvarpið þarf að þýða lögin og gögn sem þeim fylgja og útskýra fyrir breskum og hollenskum stjórnvöldum. Þetta starf fer fram í sendiráðum Íslands erlendis og íslenska embættismannakerfinu. En auk þess hefur fjármálaráðuneytið keypt þjónustu almannatengslafyrirtækis í Lundúnum. Ekki búið að ákveða neitt hvort ráðherrar eða menn úr samninganefndinni fari utan til að kynna málið. Það kemur í ljós seinna þegar Bretar og Hollendingar hafa farið yfir stöðuna. En til að lögin Icesave ábyrgðina öðlist gildi þarf forseti Íslands að undirrita þau. Lögin verða send honum frá fjármálaráðuneytinu og gerist það líklega strax eftir helgi. Venjan svo að forseti staðfesti lög með undirskrift sinni undir eins og þau berast honum. Því næst þarf að birta lögin í stjórnartíðindum. Nokkur þúsund manns hafa hins vegar skorað á forsetan að synja frumvarpinu staðfestingar. Undirskriftasöfnun stendur yfir á vefsíðunni kjósa.is. Aðstendendur hennar vilja þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Þannig að við verðum ekki hér með þessa Icesave gremju í samfélaginu til frambúðar. Þjóðaratkvæðagreiðsla sé sem sagt eina leiðin til að ná sáttum málið. Úr því sem komið þá það eina leiðin. Ef hún verður ekki, þá mun myndast hér gruggugur pollur sem að menn munu fiska í hérna næstu árin og jafnvel áratugina. Undirskriftirnar verða afhentar forseta á mánudag. Meira af Icesave-máli. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, telur að það yrði ekki gott fyrir Ísland að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu Icesave-málið. Ingimar Karl Helgason segir frá því. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor, benti á það í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að meðal helstu röksemda forseta Íslands þegar hann neitaði að staðfesta fjölmiðlalögin svonefndu fyrir nokkrum árum hefði verið mikilvægi málsins og að gjá hefði myndast milli þings og þjóðar. Ekki það annað séð en að sömu aðstæður væru uppi í Icesave-málinu. Þó sé ekki gefið að forsetinn neiti að staðfesta lögin og sendi þau þar með í dóm þjóðarinnar. Það má kannski velta fyrir sér hvaða áhrif það myndi hafa ef að framkölluð væri þjóðaratkvæðagreiðsla svona mál. Nú það þannig í ákvæðum dönsku stjórnarskrárinnar þjóðaratkvæðagreiðslur, þá eru viss mál undantekin. Það eru mál sem varða fjárhag ríkisins, sem varða fullnustu alþjóðasamþykta og þar fram eftir götunum. Þannig að það í raun og veru ekki hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu slík mál og það má kannski segja að það væri ekki gott fyrir Ísland ef að þeir sem að lána okkur fjármuni
sjá fram á það að við munum síðan halda þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við eigum að borga þá eða ekki. Nú hátt í 7.000 manns hafa undirritað formlega áskorun til forseta Íslands að synja því að staðfesta lög ríkisábyrgð vegna Icesave-samningana og enn fleiri hafa skráð sig á heimasíður sem stofnaðar voru sömu kröfu. Forsetinn tekur á móti áskoruninni á mánudaginn. Heimir Már Pétursson. Forsetinn hefur ekki enn fengið frumvarpið til skoðunar, staðfestingar eða synjunar, en það mun hins vegar gerast á næstu dögum og þá kemur í ljós hvort hann verður við áskoruninni að senda þetta mál í dóm kjósenda. Hjörtur Hjartarson og nokkrir aðrir óflokksbundnir safna undirskriftum á kjósa.is og hafa nú hátt í 7.000 manns skrifað undir áskorunina. Við erum að fara fram á það með vísan til 27. grein stjórnarskrár Íslands að forsetinn synji þessu frumvarpi staðfestingar þannig að þjóðin, almenningur, getur gert út þetta hagsmunamál sitt milliliðalaust. Hópurinn tekur ekki afstöðu til frumvarpsins sjálfs en telur að þjóðin eigi að fá að kveða upp sinn úrskurð. Það sé gjá milli þings og þjóðar en einnig meðal þjóðarinnar. Og ég óttast reyndar að þetta ósætti verði notað til þess að tvístra þjóðin enn frekar. Atkvæðagreiðsla sem þessi myndi ekki gera það? Þetta gæti orðið harður slagur í svona 4-5 vikur. En þegar honum lýkur, þá líka búið að gera út málið. Ég tel að forsetinn eigi ekki að neita því að staðfesta þessi lög. Hér meirihluta ríkisstjórn sem hefur klárað málið og það á ekki að fara gegn þinginu.